erum stödd á heimili Láru, sem reyndar líka heimili Hannesar, en hann kemur ekki við sögu í þetta sinn þar sem hann í fangelsi og óvíst hvort hann eigi yfirleitt afturkvæmt á þetta heimili. Arnór svo líka búsettur á þessu heimili og hann nú stattur þarna heima hjá sér að ræða við móður sína. Jæja, mamma, þá maður bara hérna heima og svona. Það ekkert smá vesen sem ég lent í. Maður hefur bara verið að afplána dóma bara á Litla Hrauni eftir að hafa týnt syni sínum sem talar ekki einu sinni íslensku. Já, ertu alveg uppgefin, Arnar minn? Já, ég heiti nú reyndar Arnór. Já, fyrirgeðu, ég svo rugluð. Ég veit að þú ert sonur minn, en ég man aldrei hvað þú heitir. Viltu kleinu? Já, takk. Jæja, hvað var svo litla snáðan? Alveg þetta furðulegt, mamma. Áður kallaðir þú hann alltaf hóruunga, en nú hann orðinn lítill snáði. Já, það alveg ótrúlegt hvað minnisleysi getur breytt fólki mikið. Já, ég hlýt að hafa verið mjög vond móðir. Já, það varstu svo sannarlega, mamma mín. Mikið þetta góðar kleinur. Bakaðir þetta sjálf? Nei, ég keypti þetta bara út í búð. Ég ætlaði að baka sjálf, en var svo búin að gleyma uppskriftinni. Jæja, mamma. Hvað annars að frétta af pabba? Ég hef leiðinlegar fréttir að færa af honum. Nú, hvað það? Hann pabbi þinn dáinn. Á sama tíma eftir tónleika Benjamíns Hannessonar í Laugardalshöllinni. Jæja, Benjamín. Þá þessum fyrstu tónleikum í tónleikaferðum landi lokið. Ekki amaleg byrjun, troðfull Laugardalshöll og allt brjálað maður. Unga fólkið elskar þessa tónlist. En ég held að fólkið mitt samsvari sér við textana þína. Þeir eru svo einfaldir og ortir á mannamáli. Eins og lagið sem þú endar á, Kókó Prins. Þetta texti sem allir skilja. Ég labbaði niður í bæ og mundaði ég átti pening og fór ofan í vasann og sá að ég átti 200 kall. Ég keypti Kókó Prins og sagði svo bæ, bæ, bæ. Þetta raunveruleiki sem allir þekkja maður. Loksins kominn tónlistarmaður sem fólk skilur. Þetta ekki eitthvað háfleygt rugl eins og alltaf í Björk okkar. Takk aðeinslega, Maggi minn. Þú ert besti rótari sem nokkur getur á. Látt ekki svona, Benni. Þú átt aðeins skilið það besta. Velgengnin hefur knúið dyra. Já. Ég veit ekki hvort ég get höndlað hana, en ég ætla að reyna. Blessaðu, Benjamin. Frábæri tónleikamaður. Sæll, hver þú? Skiptir ekki máli, en ég kallaði Siggi Svarti. Jæja, hvað viltu? Má ekki bjóða þér eiturlyf? Við erum stödd í Vestmannaeyjum. Takk ykkur fyrir. Já, ég víst Benjamin Hannesson. Þessi nýi, þessi frábæri. Ég Guð! Þetta flytur hérna lag sem ég var að semja núna áðan. Og það heitir Hæ niður í bæ. Oft ég labba niður í bæ, hitti fólk og segi Hæ, en aldrei líður mér eins vel eins og þegar ég hæ niður í bæ. Hæ niður í bæ, alveg hæ niður í bæ, alveg hæ, ég kast öllum áhyggjum á glæ. Heyrðu hérna, elskan mín, má ekki bjóða þér kókaín, eða viltu koma í sumarfrí og fá þér svolítið ecstasy. Hæ niður í bæ, alveg hæ niður í bæ, ég kasta öllum áhyggjum á glæ. Takk fyrir Vestmannaeyjar, bye bye. Rosalega var þetta gott nýtt lag hjá þig, Benni. Sem ég heiti Svenni og umboðsmaður þinn og rótari. Já, heitir Svenni. Ég er búinn að hafa svo marga umboðsmenn, ég man bara aldrei hvað ég heiti. Já, sæll Svenni heiti ég og þú réðst mig í morgun. Ég man ekkert eftir því. Hvar er Kitty? Hann var víst rekinn fyrir 2 vikum síðan og byrjað með Bubba núna. Já, var hann ekki ágætur? Já, ég... Æ, ég nenni ekki að pæla í þig núna. Þú fá mér eiturlyf og sódahamast aldrei. Hvernig líst þér á það? Já, bara ágætlega. Já, gengi alveg fram að þér, ha? Nei, hvað mennur þau? Nei, það eru bara svo margir streitara sem hneykslast alveg ógeðslega þegar ég segi svona. Ég þoli ekki streitara. Ég hata streitara. Ert þú streit? Ég veit það ekki. Hvað mennur þú? Ertu hetero eða?
Ég gæti nú alveg hugsað mér að fá eitt vodkaglas, en engin eiturlyf. Við erum stödd á heimili eiturlyfjasala við Skúlagötu. Jæja, bara fræg popstjarna komin inn á til mín. Ekki vera að stríða mér. Ég þarf fix eins og skot. Lítur nú ekki félaga út með þig, Benjamin Hannesson. Var orðin kókaínfíkill og maður bara tekur strax eftir í nýjustu textum þínum. Kókaín og ecstasy og svo framvegis. Maður býður bara eftir haslainu. Hvenær kemur það? Ég látt ekki svona, ég engin fíkill. Stöffið bara hjálpa mér að vinna að listminni. Já, einmitt. Þetta sagði nú Bubbi líka á sínum tíma. Og það var nú reyndar alveg rétt hjá honum. Hans bestu plötur voru samtali í kókaínvímu. Das Kapital og Ný spor. Og svo má ekki gleyma síðustu Ego-plötunni. Já, ég læt dópið ekki hafa neina áhrif á mig til hins verra. Nó já, heitir ekki nýjasta plataðinn Dope Víma? Það engin tilvísun í eiturlyfin, sko. Ekkert frekar en Lucy in the Sky with Diamonds tilvísun LSD. Það LSD. Nú, ég vissi það ekki. Ég kom ekki hingað til að hlusta eitthvað fyrirlestur skaðsemi eiturlyfja. Hvað ertu eiginlega? Dópsali eða prestur? Ég veit allt og vel hvað ég er. Ég er sölumaður dauðans og ekki kallaður það fyrir tilviljun. Þegar börnin mín spyrja hvað ég geri þá segi ég þeim að ég drepi fólk. Ég var sjálfur ofurseldur eiturlyfjum í mörg ár en svo kynntist ég AA-samtökunum og í dag sel ég bara eiturlyf en neyti þeir ekki sjálfur. Já, djöfull það cool. Já, einhverju verður maður að lifa á. En hvað segirðu? Hvað var það mikið sem þú vildir? Bara ofsalega mikið af eiturlyfjum. Á sama tíma í yfirheyrsluherbergi 4 í húsi RLR í Kópavogi. Gylfi Hermannsson, þú ert hér vegna þess að þú rændir strætisvagni. Já! Og það sagt hér að þú hefði verið með byssu. Pissa já, piss í buxuna. Jaha, svo þú viðurkennir að hafa verið með byssu í buxnastrengnum. Hvar hún? Búin að pissa. Þetta greinilega harðsvíraður klappamaður. Hann vílar ekki fyrir sér að leika fáránling fyrir framan okkur. Ég spyr þig aftur, hvað gerðirðu við byssuna? Pissa núna, já. Pissa núna, já. Við erum stödd í sumarbústað Franks Hermannssonar við Þingvallavatn. Jæja, Helga mín. Þá erum við loksins komin í smá frí. Já, það er rétt, minn kæri Frank. Já, hver veit nema í lok vikunar þá verðum við búin að sigrast á þessum sambúðarerfiðleikum okkar. Hvað áttu við? Þú veist alveg hvað ég er að tala um. Við höfum bæði verið að vinna mikið og ekkert náð að næra sjálf okkur og hvert annað. Nú veit ég ekkert hvað áttu við. En við höfum talað þetta, elskan mín. Finnst þið til dæmis rétt að við séum að lifa kynlífi þegar við höfum ekki náð að vinna með tilfinningar okkar? Það hefur nú ekki verið mikið undanfarið. Nei, enda er ég ekki tilbúinn. Ég var allt of ungur þegar ég byrjaði að lifa kynlífi og þú veist hvað fyrsta kynlífsreynslan skiptir miklu máli. Já, og hvað? Ég held bara þú ættir að líta til dæmis í eigin barm. Nú? Þú veist alveg hvað ég er að tala um, Helga. Hætt að spila þig svona vitlausa. Þú tekur mér og líkama mínum bara eins og sjálfgefnum hlut. Það virkar bara ekki þannig. Ég þarf að ná sambandi við eigin líkama og þú þarf að vinna með tilfinningarnar gagnvart föður þínum. Hvað meinar þú? Hvað kemur faðir minn þessu við? Hætt þessum leikaraskap, Helga. Ég veit vel að samviskubitið nagar þig eftir að pabbi þinn fór á elliheimilið. Og það er þetta samviskubit sem er að eyðileggja kynlíf okkar. Mér finnst þetta nú frekar langsótt, Frank. Ég er ekki með neitt samviskubit gagnvart föður mínum. Og honum líður mjög vel þarna innfrá. Sko, enn ert að þykjast. Þú ert góð leikona, en það virkar ekki ástarsambandi vegna þess að hjónaband er ekki leikrit, Helga. Ég er manneskja með tilfinningar en ekki kjötflykki sem þú getur bara notað þegar ég sýnist. Ég giftist þér ekki til að vera góldtuska. Frank minn, þú verður að fyrirgefa en ég veit bara ekkert hvað þú ert að tala um. En auðvitað vil ég gera allt til að þú sért ánægður. Hvað vilt að ég geri? Þú getur byrjað á því að sýna mér og tilfinningum mínum meiri áhuga. Alveg er þetta merkilegt. Það er eins og þú umbreytist alltaf þegar við förum í frí. Þá byrjar að babla eitthvað rugl eins og þetta. Af hverju ertu aldrei með svona tal þegar við erum í Reykjavík? Þá vil ég að gefa þér tækifæri til að hafa frumkvæði. Ég get ekki neitt þig til að elska mig. Já, en ég elska þig, Frank. Ég finnst bara eins og þú sért ekki að tala við mig. Heldur við föður þinn. Ég get ekki verið pabbi þinn, Helga. Tilfinningar mínar ná ekki utan um það.
halló. Já, þetta er hann. Já. Já, einmitt. Jú. Já. Ha. Já. Þú ert ótrúlegur. Já, endilega, við strákarnir. Jú. Já, heyrðu, ég renni til þín á jeppanum. Jú, mússó. Einmitt. Já, ok, blessaður. Hver var þetta, herra tilfinningasamur? Þetta er ekkert til að gera grínað. Gylfi bróðir liggur á gjörgæsludeildinni stórslasaður. Nú, hvað gerðist? Hann var barinn af lögreglunni. Við erum stödd á slysavarðstofu á sjúkrahúsi Reykjavíkur. 26 ára karlmaður, skotsár í lunga eftir byssubardaga í Rimahverfi. Er skurðstofa 2 laus? Það er einhver dópisti sem gengur berserksgang fram á riðstofu. Getur einhver farið og kíkt á það? Það vantar góð hérna, við erum að missa hann. Fyrirgefðu, ert þú læknir? Augnablik. Við gátum ekki bjargað auganu. Jó, ég er læknir, hvað ég get gert fyrir þig? Nafn mitt er Frank Hermansson og ég er komin hérna til að heimsækja bróður minn, Gylfa Hermansson. Já, ég held að það sé dauður. Var það ekki hann sem lenti í mótihjólasísinu? Nei, hann er þroskaheftur, sko. Já, heyrðu Guðrún, er hann ekki örugglega dauður hann af vangjarningægin? Ég held það. Ég er samt ekki alveg klára á því. Jó, hann er örugglega dauður. Heyrðu, verð ekkert að heimsækja hann, það er örugglega engin félagskapur í honum. Allavega ekki þegar hann er dauður. Dauðir stíga ekki dans eða þú skilur hvað ég á við. Sko, mér er ekki skemmt. Er bróðir minn á lífi eða ekki? Býtu nú við. Ugla satt á kvisti, átti börn og Heyrðu góður, þú getur ekki haft svona lagað í flimtingum. Maður leikur sér ekki með líf og dauða. Ég veit nú allt um líf og dauða. Ég starfa við líf og dauða og þó aðalega dauða. Og ég veit að best manna þá þýðir ekki annað en að hafa skopskinni í lagi og það hefur þú greinilega ekki, enda myndur ekki endast hérna 1 mínútu, góði minn. Sjáðu þessar hendur, skurlækna hendur. Ég hef bjargað mannslífum með þessum höndum, en það var líka margir dáið á skurðarborðinu. Þannig að þessar hendur eru líka morðingjahendur. Hver er ég? Er ég Guð? Nei, ég er bara manneski eins og þú og ég lifi í samfélagi þar sem tilfinningar hafa ekkert rými. En ég á mér draum að búa í samfélagi þar sem fólk getur elskað hvert annað og þar sem ekki er lítið á mig sem skurðlæknin Pétur, heldur vininn og elskugan Pétur skurðlækni, sem umvefur alla í kringum sem er kærleika og kynlífi, því að það er ástin og trúin á Guð sem tengir okkur saman. Og hvert dáð sem maðurinn drýir er aðeins draumurinn um konu ást. Heil Sesar! Fyrirgefðu, hvað áttu við? Nei, ég var nú bara að grínast. Klósettið er þarna inngangin og til vinstri. Ég var ekkert að spyrja hvað klósettið væri. Heldur Gylfa, bróður minn. Já, vangjarningin. Já, hann er á stofu 314. Hann er sem sagt ekki dáinn. Það veit ég ekki, þú getur gáðað þig sjálfur. Ég hef ekki tíma til að tala við þig, þú ert hundleiðilegur.